Næst á eftir samgöngumálum eru það atvinnumálin sem brenna heitast á íbúum í Norðausturkjördæmi. Fyrir síðustu alþingiskosningar var samkeppnishæfni fyrirtækja á svæðinu talsvert í umræðunni. Margir telja háan flutningskostnað standa framleiðslustarfsemi fyrir þrifum. Þau mál eru íbúum svæðisins ennþá jafn hugleikin og þá. En stóru málin snúa þó að stóriðju og virkjanaframkvæmdum. Á Austurlandi er það óumdeilt að virkjanaframkvæmdir hafa hleypt lífi í atvinnulífið. En þar eru meðallaun fólks nú hér bil á pari við landsmeðaltal. Það sama verður ekki sagt Norðurland. Þar eru meðallaunin einungis 89% af meðallaunum yfir landið allt. Þrátt fyrir uppganginn á Austurlandi hafa sveitarstjórnarmenn bent á að þenslan sé einungis bundin við Fljótsdalshérað og Fjarðabyggð. Ástandið í atvinnumálum sé óbreytt í jaðarbyggðum á borð við Djúpavog og Vopnafjörð sem ekki þykja hafa notið góðs af þenslunni á Miðausturlandi. Fyrir norðan brenna áform uppbyggingu álvers á Bakka við Húsavík heitast á íbúum. Og það náttúrulega afar mikilvægt að í framhaldi af þessum kosningum og ný ríkisstjórn, hvernig sem hún verður myndað, að hún gefi okkur frið til að vinna þessu máli áfram og fullan stuðninga sjálfsögðu líka. Ef við megum ekki nýta okkar auðlindir hér og styrkleika svæðisins, þá er illa komið fyrir þessari þjóð ef það gengur ekki. Það er bara, náttúran, en þetta er eitthvað sem þarf að vera eftir að handa okkur. Við þurfum að geta gert eitthvað líka. Á ekki bara eyðast eitt fyrir búið. Hugsaðast til framtíðarinnar? Það verður kosið álver á Húsavík. Hvers vegna? Það er atvinnuskapandi og það er akkurat það sem við þurfum á að halda hérna á þessu landshluta. Ég get nú ekki sagt það. Ég er nú ekki endilega sammála því að vera að byggja þetta risastóra sem er nú þegar komið út á austan. Þannig að það þarf nú ekki að bæta þetta við.